Þá komum við að septemberleiðsögn fyrir Meyju. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við skulum fara beint í lesturinn og byrja á því að athuga hvaða Meyju ég er að tala við. Við fáum atburði, uppákomur, ögranir, áskoranir á komandi misseri fyrir Meyju. Og leiðsögn. Og ef við fáum líklegustu framtíð. Allt í lagi, kæra Meyja. Ég sé að þú hefur verið að takast á við áskoranir og sum ykkar sennilega bara mjög miklar áskoranir í lífinu hingað til og eruð ennþá að vinna úr þeim. Nú, ég sé að þú hefur verið meðvitað síðustu árin, áratugi, jafnvel, uppruna þinn, mótun þína, áskoranir þínar og hvaða áhrif það hefur haft á þig. Mér finnst þess að þú sért orðið býsna meðvitað sjálf þig og ég sé að í dag að þá hefurðu unnið rosalega mikið í þessu og þú ert sum ykkur eru enn að uppgötva áhrifin og mótunina sem að fortíðin hefur haft fyrir ykkur. Og það er ennþá að rótast upp hjá mörgum ykkar. Það eru miklar uppgötvanir í gangi hjá þér og mér finnst það fyrst og fremst snúast að sjálfu þér. Að þú ert að uppgötva sjálf þig, alls konar hliðar á sjálfu þér, og einmitt hvaða áhrif fortíðin hafa haft á þig, hvað áskoranir hafa gefið þér, tekið frá þig, mótað þér, allt þetta. Eins og ég segi, mér finnst þú vera býsna meðvitað fortíðina, hvað áhrif það hefur haft. Sum ykkar eru búin að vera meðvituð þetta í lengri tíma og sum ykkar eru í þessari uppgötvunarferli núna. Nú, það sem er framundan og það sem er þá kannski þín áskorun svona næsta misserið er að þú þarft aðeins að huga að jafnvæginu þínu og þá sérstaklega svona veraldlega jafnvæginu þá varðandi fjármál, varðandi heimili, hvernig þú forgangsraðar tíma þínum og verkefnum, þetta praktíska. Þú ert í eðliðinu jarðbundin vera, það fylgir Meyjunni, Meyjan er jarðarmerki, en það er stundum svo freistandi að bara sleppa alveg takinu á jörðina og leyfa öðrum hliðum eðlisins að taka yfir og þá þarf að vera jafnvægi. Og jafnvæginu fylgir líka að vera ekki of strangt við sjálft sig, sérstaklega í þessu veraldlega, að vera ekki stöðugt með sultarólina, herta í botn, að telja hverju krónu og alltaf að passa sig. Auðvitað þarf maður að vera skynsamur, en hins vegar þá er ekki gott að vera of strangur við sjálfan sig heldur. Rétt eins og það er ekki gott að vera með ekkert kontról á hlutunum, þá er líka vont að hafa of mikið kontról á hlutunum. Þetta er þessi millivegur og ykkar er að ströggla við þetta núna og það verður svona pínu áskorun áfram og ykkar eru jafnvel með bara mjög miklar fjárhagsáhyggjur. Mér finnst það koma mjög sterkt inn en það líka er einfaldlega þessi árstími. Það er eitthvað við haustið sem að vekur upp eitthvað svona fjárhagskvíða í fólki. En það líður hjá. Og leiðsögnin hér er að vera einmitt ekki of dómhart við sjálf þig, ekki hefta þig of mikið, ekki hverfa, ekki láta áhyggjuna gleypa þig og ekki kúpla þig alveg út úr samfélaginu. Það er svo oft sem að þegar við erum með kvíða eða áhyggjur þá bara
förum við ekki út úr húsi, draugum fyrir gluggann og bara lokum okkur svolítið af. En þá erum við líka að loka okkur af með áhyggjurnar með okkur og kvíðan. Þannig að að gera að draga frá og fara svolítið út, þó það sé bara út í göngutúr í fersku lofti. Og líka bara vera pínu félagslegur og aðeins að fara og vera innan annað fólk. En númer 1 og 3 þetta að vera ekki of dómhart við sjálft þig og ekki herða sultarólina of hart. Því að í framtíðinni, út frá þessu, að þarna finnst mér ég vera að sjá ákveðið munstur sem tengist því að einmitt að vera of harður og sjálft sig og missa þá tökin og fara akkurat í öfgan hin áttina, sem ekki gott. Að þetta spurning að finna jafnvægi til þess og endurtakir ekki eitthvað munstur sem að þér ekki heilbrigt, reyna að finna eitthvað milliveg af því að þegar þú ert svona hart við sjálft þig að þá springur á endanum, það svolítið þar. Og rétt eins og ef þú ert algjörlega taumlaust að þá einn daginn vaknaru og fattar að þú ert með allt niður þig. Það heldur ekki gott, þannig að reynda að finna jafnvægi í þessum hlutum. Nú fáum smá auka innsýn hér. Okay. Ok, akkurat. Fyrst að flest ykkar í það minnsta hafi verið einmitt að vinna úr fortíðin ykkar og erfiðleikum og það búin að vera mikil vöxtur, aukin meðvitund og líka bara þér líkar betur og sjálft þig núna en þig gerðir áður. Það kemur svolítið inn, en það einmitt þetta, það nú þegar byrja hjá ykkur ykkar og verður áfram í svolítið tíma þessar áhyggjur á jafnvæginu og mér finnst að tengja sérstaklega þessu veraldlega fjárhagi og heimili og skipulagi og allt það. Og leiðsögnin einmitt inn á þetta það líka að sýndu sjálfu mildi og leyfðu þér að hvíla þig. Því að þetta snýst alltaf gleði og lífshamingju. Markmiðið ekki endilega að vera fullkomið eða að fjárhagurinn sé fullkomið, að heimilið sé fullkomið eða námið eða starfsframin eða hvað nú. Þetta snýst alltaf bara lífsgæði og að vera skynsamur, sérstaklega fjárhagslega, gott að blessa, við skulum vera skynsöm en ekki út í þá öfga að það bitnar á lífsgæðum okkar. Sumir hafa ekki annað val því miður og hafa minna á milli handanna og minna til þess að spinna úr. En fyrir þennan almannaborgara sem að kannski hefur aðeins minna en þau vildu eða hefur ástæðu til þess að hafa áhyggjur, að þá samt þessi áminning að þetta snýst lífsgæði til hvers að vera alltaf ofur skynsamur og gera allt rétt og gera allt á hagstæðasta háttinn og allt það ef það bitnar svo bara á gleðinni þinni eða lífshamingjunni. Ok, áhugavert. Ég ætla að fá hér eitt spil úr þessum stokki. Ég ætla að taka hérna saman svona ein skilaboð í lokin. Gefum hér spilið Joy of Generosity, Give and Make Room to Receive. Gleðin í gjafmildinni.
gefðu pláss til þess að taka á móti. Þannig að hér bæði áminningum það að gefa og þiggja krefst ákveðins jafnvægis, en það að gefa og þiggja bæði jafn fallegt. Að gefa sælla en þiggja, sagði einhver, en það líka ofboðslega ljúft að þiggja. Og mér finnst vera áminningina að leyfa þér að þiggja frá öðrum, leyfa þér að gefa sjálfur, leyfa þér að gefa öðrum þó þú sést líka að reyna að hugsa skynsamt. Gæta hófsemis, já, vissulega, en endilega hafðu svigrúm í lífinu til þess að það sé hægt að gefa og þiggja til skiptis. Og leyfðu öðrum að gefa þér, ekki af því að þú þarft á því að halda, heldur af því að fólkið þitt elskar þig og vill vera til staðar fyrir þig. Og leyfðu þér að gefa sjálfu þér, leyfðu þér að gera hlutina fyrir þig. Og það þýðir líka að stundum þarf maður að halda sér höndum og ekki rétta alltaf fram eigur sínar eða gjafirnar sínar til annarra, heldur að gefa sjálfum sér. Þá ætlum ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.